Sælverið og verið velkomin í þriðja myndbandið í matlabrauðinni. Nú ætlum við að tala um reikninga og byrjum á að tala um algengust reikningagerðirnar. Og þá byrjum við með þessar grunnreikningagerðir 4, þessi samlagningu, frádrátt, margföldun og deiling. Og síðustu myndbandið þá voru nú svo sem aðeins að tala um þetta. Þá töluðum við margföldun, summu, deilingu og mismun. Og það sé svo sem ekki samröðin. Hérna voru við búin að prófa nokkra tölur. Svo þessu tilviki tala um 4 og 2, byrjuðum að margfölda saman, leggja saman, deila tölu 1 með tölu 2 og draga tölu 2 frá tölu 1. Við skulum gera hérna aftur. Format kompakt og keyra hérna sjá. Ok. Og þetta ekkert nýtt að nálinni og þetta bara snýst um það að æfa sig í þessum reikningagerðum. Svo erum við líka með veldi, það sem við erum með grunntölu A með veldi sem sé B, en þá bara A í veldinu af B og notum við hérna þetta GOG-merki hérna. Og í Windows þá gerum við þetta hérna altgur og svo það sem er komman yfir íslensku stafnir. Það birtist ekki ef maður gerir það strax, svo ítir maður kannski bil að birtist það eða skrifa einhverja tölu. Hérna tala 2. Þannig samanburðið maður ætlaði að gera bara 5 í veldinu af 4. 5, altgur, komma, sleppa 4, þá birtist sjáðu. Birtist ekki fyrir íta 4, það kemur bæði í einu. Ok. Og svo erum við logrannar. Í stærðfræðibókum þá voru náttúrulega logrin með grunntölu E, það sem cirka 2,71828. Táknar ég með ln, það sem að ln af E þá 1. Og 10 logrin í venjulegum stærðfræðibókum er oftast táknað með log, eins og log af 10 væri þá 1. En í MATLAB þá notum við annað táknmál og segjum að log að náttúrulogrin er log en 10 logrin er log 10. Það er eins og sjáum hérna að 10 í þriðja veldi er 1000, þannig að log 10 af 1000 er 3. Og log af 2, þetta er náttúrulega 0,6921. Og við getum prófað hérna nokkur svona sambarlega dæmi. Bara hreinsa hérna þess. Ef við gerum log af þess að 2,71 fá næstu 1, því að þessi tala er næstu því E. Svo getum við þetta bætt við aukastöfuna 828 og á nálgast við E, en þurfum svo sem að gera það hér. Svo log af 10 af 1000 eins og sáum, það er 3 og samanskapið 100 verður það 2 og samanskapið 10 verður það 1 og log 10 einum er 0, því að hvaða tala sem er skapið 10? Nei, núlltaveldi er alltaf 1. 10 núlltaveldi er 1. Og svo með rótadráttin líka, við getum dregið ferningsrætur eða endurætur með því að nota SQRT eða nth root. Og þetta er þessar veldareglum sem við kunnum. Þannig að kvarðarótin af 2, það er 1,4142 og 2 í hálftaveldi sem er sama rótadráttur, þá 1,4142. Og svipað með 64, 1 þriðji rót 4, þar sem 4 í þriðja er 64. Þá getum við líka skrifað endarótin 64, þar sem n er 3, er 4. Takk í hérna mununum, hérna fáum við 4 sem heiltölu og hérna fáum við 4 með kommum. Því að þetta reiknar bara eins og þetta er, en þetta sér til þess að við fáum einhvern heiltölunni tilbaka. Þannig að það er örlítill munur hér á. Og að því þetta er fall sem gerir eitthvað, þá er eitthvað svona lógik inn í því sem passar að rétta til töluna. Við tölum þó þetta svolítið í öðrum kafla, þessar svona rökvillur eða reikniskekkju í MATLAB, en ágætt að taka eftir þessu hér. Og svo forgangsröðun reikningagerðanna, þá er það bara nákvæmlega eins og það sem við þekkjum í stærðfræði. Það er að segja, ef við höfum svig og veldi, margföldun, deilingu, samlingu og frádrátt, það var alltaf byrjað á svigum og veldi, svo næstu þetta kemur margföldun og deiling og endum á samlagningu og frádrætti.
Þannig að ef við skoðum bara til dæmis eins og hérna 2 sinnum 4 pluss 5. Eins og við þekkjum vist, þá byrjum við margfalda, 2 sinnum 4, 8, pluss 5, það 13. Þessu tilviki hér, þá segjum við, við viljum að byrja að marka með svigum, segjum við viljum byrja að leggja 4 og 5 saman áður en margfaldum. 4 pluss 5 9, sinnum 2, það 18. Í þessu tilviki hérna, 4 pluss 5, það er ennþá 9 í öðru veldi 81, sinnum 2, 162. Og hérna 4 sinnum 5 í öðru veldi, 4 pluss 5 er 9 í öðru 81 pluss 2 viðbót 83. Þannig að þetta er bara alveg eins og við þekkjum úr hefðbundinni stærðfræði. Svo erum við með hornaföllin sínus, kósinus og tangens. Og svona í rúmfræði notum við gráður sem einingu fyrir horn. Segjum að þetta horn sé svona eða svona margar gráður. En utan rúmfræðinar þá notum við yfirleitt rauntölur í staðinn fyrir horn. Köllum þetta bógamál. Og það er mæling á ummálur hringsins svarar til gefins horns í gráðum. Til stöðlunar er skilgreind bogaeining, radian á ensku, stundum tölum radian á íslensku, sem er svona íslenskun á enska orðinu. En bogaeining er íslenska orðið, eða bógamálseining. Og þetta er þá bógamál einingarhringinn, eða einingarlaus geisla, R = 1. Og í stærðfræðigreiningu þá er bara nauðsynlegt að nota svona bogaeiningar eða radiana. Og munum hérna bara formúluna til þess að breyta yfir gráður og radiana og notum þessa hlutfallaformúlu hér eða þessa hérna sem er algengara kannski. Því að við getum stytt út 2 og 2 og þá fáum við bara horn í gráðum yfir 180 yfir jafngildur horn yfir pi. Því munum það að pi er hálfur hringur og 180 gráður hálfur hringur. 2 pi er heill hringur og 360 er heill hringur. Við þurfum svo sem ekki mikið að spá í þessu nema ef við þurfum þess. En punkturinn er bara sá er að í MATLAB þá notum við sin d ef við ætlum að reikna í gráðum og sin ef við ætlum að reikna í bógamálseiningum eða radíunum. Þannig að við sjáum að sin af 180 gefur okkur ekkert svo sem merkilegt. En sin af kannski pi væri eitthvað sem við myndum frekar tengja við. Þessum sin af pi þá fáum við í raun og veru 0, hérna sjáum við fáum einhverju tölu mínus 16. Það er svona nokkurn veginn 0, en við getum kannski frekar gert pi til 2, hálft horn, þá fáum við 1. Og, rétt horn, ætla að segja, sin d, hins vegar að svo 90 gráðum sem samsvarar pi öðrum, það fáum við líka 1. Og sin af 180 gefur okkur þá nokkurn veginn það sama og sin af pi aðrir. Sin af pi. Þessi tala er það lítil að í svona eðlisfræðilegu samhengi líta hún sem 0 í svona flestum tilvikum. Aftur þetta er svona tölum svolítið ítarlega í öðrum kafla. En það er ágætt að hafa rekist á þetta. Ok. Og sama gildir kósinus og tangens. Sin d, kós d, tan d, sin, kós og tan. Sin, kós og tan nota bógamálseiningar, en sin d, kós d og tan d nota gráður. Og mjög sambarlegt fyrir arkaföllin, það sé arkasínus, arkakósinus og arkatangens, að ef okkur er gefin einhver tala uslun og þurfum að vita hvað hornin x í sín af x sem uslun er, þá getum við gert x sem ark sín af uslun. En ef í MATLAB þá myndum við nota x sem a sín af uslun og þá fáum við bógaeiningu. En ef við viljum fá hornin í gráðum þá þurfum við að gera x sem a sin d af uslun. Þannig að við segjum hérna til dæmis a sin stendur fyrir ark sin af segjum til dæmis bara 1 þá fáum við 1,5708 sem er það sama og pi til 2. En ef við segjum a sin d af 1 þá fáum við 90 gráður. Þannig að sjáum hérna hvernig tengingin er. Svo getum við auðvitað a sin d af hálfum á 30 gráður og a sin af hálfum er þá 0,5236 bógamálseiningar. Ok. Bara mikilvægt að sé þessi föll
Hornafell og Arkarfell og gera sér grein fyrir því hvernig ég myndi nota það. Og hérna sýnidæmi, reiknið út hornið alfa í réttindaþrýtningum í gráðum, nálgu gráðutalið með 2 eða að 2 aukastöðum. Hérna sjáum við gefin þrýtning og hornið alfa hérna og okkur gefin aðalaghlið og langhlið. Og þá munum við þannig að í réttindaþrýtningu cosinus af alfa hlutfallið af aðalagri skamhlið á móti langhlið. Þannig að í þessu tilviki hérna cos alfa 4/5. Svo til þess að geta gert þetta í MATLAB, ef við viljum fá hornið í gráðum sem áttum að gera, þá þarfum við að nota D, þá getum við sagt hérna, bara til hérna, skriftu, clear, close all, notum það á eftir, en alltaf leið. Okkur var sagt að hérna, hlutfall, eða segja bara allag sem 4 langhlið sem 5 þá horn sem a cos d í gráðum langhlið allag deilt með langhlið. 36,810 eða 8,7 ef við námyndum að 2, því við áttum að námynda að 2 aukastöðum. Það er rétt svar. Hérna sjáum við notkun á roundfallinu sem við reynda að tölum næst. Hérna getum við séð bara hornið alfa námynda að 2 aukastöðum 3,6,87. Þannig 36,87 gráður. Við getum gert líka hérna, ef við segja alfa, þetta heitir alfa, þá skulum við ekki birta þessi tölu því að hún er millireikningum og alfa sem round alfa á 2 aukastöðum. Búm, svona, þá sjáum við það er 36,87 gráður, eða 87 gráður. Skulum vista þetta hérna, þá sýnir þetta mig. Það er ekki 1, 2. Svo. Ok. Og nú skulum við tala námyndun. Almennt séð 3 konar námundanir. Floor, seal og round. Og floor þá gólffallið, seal loftfallið og round þá bara hefðbundin námyndun. Og ef við skiljum grundu tölu hérna a saman sem 1,79 hérna. Skulum bara gera hérna nýja skriftu og leika okkur close, eftir það ekkert. A saman sem 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og ef við prófum hérna floor, prófum aðra tölu sem það bara b, skulum við að spæta því hérna sem það bara svona. Ef við prentum á þessu tölur þá að því að ábreytu prenta MATLAB alltaf bara á 4 aukastafi, þannig að sjálfkrafa námyndar hér, en ef við prófum hérna floor og við erum búin að sjá ef við getum sett saman 2 tölur í 1 hotklóa, þá fáum við niðurstaðan báð með 1 og hérna sjáum við, skulum ekkert að prenta þessu tölur hérna, gólffallið, svona, 1 og 1. Það er því að námyndur alltaf niður á næstu heiltölu, þannig að alveg þó að þetta sé alveg næstu því 2, eins og við fengum fram í MATLAB stóð 2. Þá næsta rétta námyndur niður 1. Þannig að maður hugsa að flórfallið sé nokkuð, en þannig að bara klippir af hérna aukastafina, bara svo við horfum bara ekki á þetta hérna, bara kemur 1 og 1. Loftfallið, síl, og skulum taka báðutölunar 1. 2. Þannig loftfallið námyndur alltaf upp að næstu heiltölu. Og í raun og veru, maður hugsa sér tengingin sé þannig að flórfallið klippir af, og sílfallið klippir af og bæti við 1. Þannig að það tekur alltaf næstu heiltölu frá hann. Þannig að það munar alltaf 1 á gólffallinu og loftfallinu. Undantekningin gæti verið sú að
hvað getur gerist ef talan bara heiltala? Það námunda að tölunni sjálfri. Ef talan nákvæmlega 6, þá gólffallið og loftfallið það sama. En leið og við bætum einhverju við þetta, sama hversu lítið það þá munar. Sjá síl námundar upp, þá þetta orðið meira en 6. Þetta bara eða akkurat heiltala sem það kemur að sama út. Og svo round, það þá næsta fallið og það þá bara hefðbundin námundun eins og við þekkjum hana. Venjuleg nám. Það bara round og það setur bara hinn A, B, C. Það bara hefðbundin námundun sem við þekkjum hana. Við veitum þetta næstu 2 lítið meir en 1 og 6 námyndast bara töluna sjálfa. Það heiltala. Þannig að falli round falli sem við kannski munum oftast nota, en floor og síl í forritun mjög mikilvæg föll og við munum koma til með að kynnast þeim aðeins betur í síðari köflum og meira sér bara strax á eftir. Hérna getur séð svona táknmálið stærðfræði, fleiri floor-fallið sem alltaf minni eða í tölunni, þá þetta svona svo hotklófara sem búið að stróka út þarna ángana ofan og svo niðurstaða úr sílfallinu sem alltaf stærri eða í tölunni sjálfri. Þá svona eins og þessi búið að taka neðan, þannig að íta því upp eða íta það toga það niður. Og svo getum við stilt hér eins og við sáum ofan að við getum námundað af ákveðnum aukastaf. Og þá setjum við inn annað inntak eins og það heitir inn í fallið og hérna þessu tilviki myndum við námunda að töluna A að 2 aukastöfum. Þannig að ef við skoðum töluna hérna 2,0114 og þegar við skoðum að námunda að 2 aukastöfum þá séum við okkur þessi verður ósnertur eins og hérna. Þannig að við erum bara að horfa á þessar 2 tölur hér. Annarkvort breytist þessi tala eða ekki. Þessi tala stjórnast í hvort að hún hækkar eða lækkar, bara eins og þekkjum í námundum. Þessi tala minni en 5 og þessi tala verður þá óbreytt eins og þekkjum og fá 0. Þriðja aukastaf mjög svipað 4 minni en 5 og við fáum það bara 1 og svo 0. En þessi tala hérna, við prófum B hérna, þriðja aukastaf, að þessi tala stærri en 6 þá hoppar hún upp. Þannig að við skulum henda okkur bara hérna í sýnidæmi 1.3. Clear, CC. Og hvað gefin tala hérna, námundi töluna C samsum 0,05150 að 1, 2, 3 aukastöðum. Þannig að við skulum sé C áttan heita, hún 0,0,05150. Þurfum ekki að byrta hana. 1 aukastafur. Samsum round C,1, 1 og 2 aukastafir. C að 2 aukastöfum og 3 aukastafir. Það getur hérna THRER að því að við getum ekki notað þ. Það ekki, íslenski stafi með ekki vera í. Breytið hittum. 1 aukastafur, 2 aukastafir og 3 aukastafir. Hér var þetta bara að kalla nám 1, nám 2, nám 3 sem bara fínu lagi. Við notum bara að breyta þetta. 0,1000, 0,0500. Sjá, og 2, sko. Og nú ætlum við að kynast tækni sem getur verið mjög gagnleg, en við getum notað föllin round og f-printf saman til þess að stýra hversu margir aukastafir sýndir þegar við prentum út. Nefnilega ef við námundum fyrst, þá mun f-printf skilja út æskurum fjölda aukastafa. Það sem ekki sagt svo sem hér nákvæmlega út af því við notum hérna %g. Það eru aðri almennleikar sem við kynnumst aðeins síðar, en í þessu tilviki ætlum við notum bara %g. Þegar við notum f-printf. Og skoðum þá hérna sýnidæmi 1.4. Prentið út rótinu 2 með engum 1, 2 og loks 3 aukastöðum með því nota round og f-printf saman. Ok, þetta var sýnidæmi 1.3 og nú erum við farin í sýnidæmi 1.4. Skulum bara loka þessu
Skulum vista þessa. Leikur að námyndun. Og gerum saman hérna. Clear, sér. Og við ætlum að nota tölu, kallum við bara A ef við kallum það X, við ætlum ekki að skýra neitt. X, sem SQRT af 2, þá notum við hérna rótafallið og fprintf ef við skrifum snett rótin af 2 cirka þegar við prófum að gera %g og setjum bara inn x hérna. Þetta er nýja línu hérna. Hvað komur þetta? Því að það stendur svona invalid expression, check for missing multiplication operator, missing or unbalanced delimiters, og delimiter er þá komma, or other syntax error. Ok. Rótunum tömur cirka. Sérna fprintf með einum aukastaf, ef við séum bara einum aukastaf, er %g, ný lína, og þá ætlum við að segja hérna round, ætlum við að námynda x að einum aukastaf. Þá ætlum við að byrja með engum, ok. Engum aukastaf. Þá getum við sett annarkvort bara 0 eða ekki neitt. Það er jafngilt. fprintf með einum aukastaf er %g, ný lína, ekki glemma því. Hérna ætlum við að hafa round x að einum aukastaf. Með 2 aukastöfum. Og svo gerum við ný lína. Round að x að 2 aukastöfum. Og svo ekki bara stilast til þess að afrita þessu hérna. Sjó. 3 aukastöfum er round 3. Mjög mikilvægt ef maður ætlar að afrita, að skoða vel bara hverju ætla ég að breyta. Hér. Ok, þannig að þó má kannski skrifa ekki alltaf að lesa þá allt og vera viss að við séum ekki að afrita einhverju bulli. 3 aukastöfum, svona. Rótum tömur cirka 1,41421 með engum aukastaf er 1, með einum aukastaf er 1,4, 2 aukastöfum 1,41, 3 aukastöfum 1,414. Minnum á að nota punkt og segjum í íslensku komma. Ok. Hér er smá mikilvægur kafli sem heitir leiðarreikningur, eða module operations, og notum aðgerðina fallið mod í MATLAB. Mod stendur fyrir module operation. Og þetta gefur sér leiðina af tiltekið skiptingu og heiltölu í jafnastaði ef það gengur ekki upp. Þannig að spurningin sem er sem mod 23 svarar er nákvæmlega þessi hér. Hver er afgangurinn r þegar 3 er deilt upp í 23, eða 23 er deilt með 3? En við vitum að 23 er saman sem 7 sinnum 3 sem 21 pluss 2. Við vitum þessi jafnaði sönn. Það þýðir að afgangurinn, að þetta er heiltölumargföldun og pluss eitthvað meira sem að vantaði upp á. Þannig að leiðin er 2. Og táknmálið starfar einmitt svona að 23 mod 3 er saman sem 2. Og kannski mætti bæta við hérna, þetta er þá 2 mod 3 saman sem 2. Ok. Og við getum tengt að reikna ekki mod og floor með þessari formúlu hér. Og hérna er það bara svona sýnt. Ok, skoðum skilgrinu 1 saman. Ef að n, stóra n og n litla n eru heiltölur, þar sem að litla n er minna en stóra n, þá eru heiltölunar k og r, þar sem að 0, eða r er stærra eða jafnt á 0 eða minna en n. Þannig að n er saman sem, stóra n er saman sem k sem litla n pluss r. Þá köllum við r-ið kallast afgangur eða leiðin sem fæst þegar n er deilt upp í stóra n. Og á þessu byggir venjuleg deiling í heiltölur þegar heiltölu er deilt í heiltölu.
þó það megi kannski hljóma furðulega eða þó hljóma eins og sé ekki neitt sem við könnumst við. Og þá notum við mótreikninga leifreikninga mjög reglulega dagsdaglega. Við til dæmis notum leifreikninga í klukkuna og þess vegna stundum kalla klukkureikningar líka. Og þannig að þegar klukkan 1 á einhverjum tilteknum degi og við segjum að klukkan verði 2 eftir 25 klukkstundir, þá vitum við það að klukkan verður ekki 26. Við vitum bara að klukkan verður 2. Þetta er því að 1 + 25 mót 12 ef við gerum ráð fyrir 12 tölustum á klukkunni. Þetta er bara sama á 26 mót 12, við bara klárum að leggja samlögnuna. Og svo 2 mót 12 er bara 2, þannig að við vitum að klukkan verður 2. Við höfum getað fengið nákvæmlega saman út þó við höfum gert ráð fyrir 24 og hugsað tölum klukkuna í 24 tölum. Þannig að skoðum hérna eitt sýndæmi. Þetta er svona bara handreiknidæmi mestu. En Friðfinnur notar leifreikninga þegar hann reiknar út á mánudegi hvaða vikudag hann fer í sumarfrí. Hann fer í sumarfrí eftir 28 daga. Þannig að spurningin er þessu: á hvaða vikudegi fer hann í frí? Þannig að spurningin er Friðfinnur notar leifreikninga. Skoðum þá hvaða vikudagur er eftir 38 daga. Hann reiknaði út á mánudegi, sem þýðir það að eftir 1 dag eða eftir 0 daga þá var mánudagur og eftir 1 dag er þá morgundagur sem er þá þriðjudagur. 2 daga miðvikudagur, 3 daga fimmtudagur, 4 daga föstudagur, 5 daga laugardagur, 6 daga sunnudagur og eftir 7 daga búið ekki til nýjan dag. Við vitum það að eftir 7 daga þá var komið mánudagur aftur. Eftir 8 daga þriðjudagur og jari. Þannig að við getum séð hérna birtist 7 sinnum taflan. 7 sinnum 0 er 0. Og hérna sjáum við káinn, 7 sinnum 1 er 7, 7 sinnum 2 er 4, 7 sinnum 3 er 21, 7 sinnum 4 er 28, 7 sinnum 5 er 35, 36, 37 og 38. Þannig þá vitum við það að frá mánudegi og eftir 38 daga þá er 50 dagur. Og við þurfum í raun og veru bara þessa fyrstu línu hér og þá getum við gert bara einfallega bara mót 38 og 7, við fáum 3 og þá vitum við það. Mánudagur 0, þriðjudagur 1, miðvikudagur 2 og fimmtudagur 3 og þá vitum við það að ef hann segir á mánudegi að hann fer í sumarfrí til 38 daga þá er fimmtudagur. Þannig að hérna getum við líka séð að leifreikningar eru líka fyrir bara hefðbundið dagatal. Látum þetta vera lokaorðin í þessum kafla og ég þakka fyrir.